Hýðir makinn að reiknina? Ég sá þessa spurningun á Facebook-grúppum daginn, hvernig á að endurreikna eignahlutfall í pari, hjá pari sem á íbúð saman ef annar aðilinn leggur inn á lánið en ekki hitt. Og þá spyrir maður sig, af hverju leggur annar aðilinn á lánið en ekki hitt? Er það vegna þess að annar aðilinn hefur hærri laun? Og þá spyrir maður sig, ætla að reikna sambandi í krónum og aurum. Hvað með allt sem er ólaunað? Af hverju, hver er að kaupa í matinn? Ef það er börn í spilinu, hver er að sækja börn í leikskólann? Hvað eru það að borða? Er það að borða jafn mikið? Er það að koma samlega sjóðum? Þannig, það er ekki þannig þegar þú ert í parasambandi og jafnvel með börn að það sé hægt að reikna allt með krónum og aurum. Nema að þið gerið allt upp, vigtið bara matinn og reiknið hver einustu krónu, hver einustu mínútu sem þið leggja inn í heimilisstörf og barnauppeldi til jafns og skuldajafn þessa líka. Vegna þess að peningar eru bara einn faktor inn í sambandi. Og ef að þetta er staðan á þínu heimili, að það er allt reiknað í krónum og aurum, en það sem er ólaunað skiptir ekki máli að þetta er bara svona hobbyið þitt, þá er gott að líta inn á við og spyrja sjálfa sig, bý ég við fjárhagslegt ofbeldi?